Já, og þá kemur að fréttapakkanum á Suðurnesjum. Suðurnesin hafa ekki farið varhluta af þeim fjölda ferðamanna sem sækir Ísland heim allt árið kring. Gistiheimilum hefur fjölgað þó nokkuð á svæðinu undanfarin ár og eru nú 66 gististaðir skráðir með leyfi hjá sýslumanni. Mest var fjölgunin á síðasta ári. Nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum á Suðurnesjum hefur einnig aukist mikið á undanförnum árum. Árið 2010 var nýtingin 40,3% en var á síðasta ári 64,5%. Í skýrslu Nordregio landfræðistofnunar Norðurlanda sem kom út á dögunum kemur fram að fjölgun gistinátta á Suðurnesjum frá árinu 2008 til 2014 hafi verið 175%. Icelandair er stærsti atvinnuveitandi flugvirkja á Íslandi með á 300 flugvirkja í vinnu í ýmsum störfum, segir á vef Flugvirkjafélags Íslands. Til að mæta þessum öravexti hefur verið tekin ákvörðun að tvöfalda flugskýli Icelandair á Keflavíkurflugvelli og verður það tilbúið til notkunar fyrir ITS sumarið 2017. Öldrunarmál voru til umræðu á fundi sveitarstjórnarmanna, fulltrúa félaga eldri borgara og félagsþjónustunnar á Suðurnesjum sem haldin var á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í síðustu viku. Á fundinum kynnti Janus Guðlaugsson verkefni sitt Heilsa og heilbrigði. Umfang öldrunarmála fer stækkandi með hverju árinu á Suðurnesjum. Þörf er fyrir fleiri hjúkrunarrými. Nýtt hjúkrunarheimili að Nesvöllum er fullt nýtt og þá hafa eftirlitsaðilar gert athugasemdir við ástand húsnæðis og aðstöðu á hjúkrunarheimilinu Hlévangi í Keflavík. Oddný Harðardóttir þingmaður Samfylkingar í Suðurkjördæmi íhugar að bjóða sig fram til embættis formanns Samfylkingarinnar. Kosið verður á auka landsfundi flokksins 4. júní næstkomandi. Menningarvika Grindavíkur verður haldin í 8. sinn dagana 12. til 20. mars næstkomandi. Mikill metnaður verður lagður í dagskrána og líklega aldrei meira en núna. Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda og menningarsviðs Grindavíkur, segir undirbúning fyrir menningarvikuna á lokastigi þar sem fjölbreytileikinn verður hafður í hávegum. Við erum alltaf að reyna að þróa og bæta og koma nýjar áherslur inn og í ár er áherslan svolítið á handverk svona í sem víðasta skilningi þess orðs. Við verðum með handverksmarkað í Gjánni í salnum hérna fyrir aftan mig, nýju íþróttamannvirki og það er þegar allt orðið fullt þar, þannig að það stefnir í mikla handverkshátíð hérna hjá okkur og núna í fyrsta skiptið erum við með fullt af námskeiðum, bæði aðdraganda menningarvikunar og í menningarvikuna og eftir menningarvikuna. Þetta er 14 námskeið sem að bærinn svona kemur að með því að niðurgreiða og svo er þetta að landa bara mikill metnaður. Það eru fjölmargir tónleikar, bæði klassískir og rock tónleikar og allt þar á milli. Leggjum mikla áherslu á unga fólkið, að það eru námskeið og viðburðir fyrir þau og við erum líka með eina 6 málverkasýningar og þannig að það er nóg að vera alla þessa viku. Ég held ég geti nú fullyrt að þetta hafa aldrei verið fleiri viðburðir í menningarviku heldur en akkúrat núna. Kristín Júlla Kristjánsdóttir, förðunarmeistari úr Garði, hlaut edduna liðina helgi fyrir gervi í kvikmyndinni Hrútum. Þetta er annað árið í röð sem Kristín hlýtur edduna. Í fyrra hlaut hún verðlaun fyrir gervi í kvikmyndinni Vonarstræti. Við ræddum við Kristínu starfið í sjónvarpi Víkurfrétta í fyrra þegar hún hlaut fyrstu edduna og hægt er að sjá innslagið á vef Víkurfrétta. Lions klúbbur Keflavíkur er einn elsti félagsskapur á Suðurnesjum og stendur árlega fyrir svokölluðu Kútmagakvöldi eins og við greindum frá í síðustu viku, en þar eru sjávarréttir í hávegum hafðir. Við kíktum í Frímúrarahúsið þar sem veislan fór fram og við smökkuðum á herlegheitunum og mynduðum að sjálfsögðu kappana þar. Góðs matar frá Skólamat var fjör undir stjórn Ásmundar Friðrikssonar, Össurar Skarphéðinssonar og margra annara. Aðilar í ferðaþjónustu á Suðurnesjum hafa fundað mikið í vetur og Víkurfréttir litu inn á einn fund í Dúshúsum í vikunni. Þar var Skúli Þótt Skúlason frá Kaupfélagi Suðurnesja að kynna ferðaþjónum Rósaselsverkefnið, en það er uppbygging stórrar verslunar og þjónustumiðstöðvar rétt hjá flugstöð Leifs Eiríkssonar. Er áætlað að byggingin verði tilbúin fyrir árslok 2017. Hafa heimamenn og aðrir aðilar í ferðaþjónustu tekið hugmyndinni mjög vel. Hið sívinsæla nettómóti körfubolta fer fram í Reykjanesbæ helgina, en mótið er hápunktur yngstu iðkendana.
Tæplega 250 lið mæta til leiks frá 26 félögum en mótið fyrir stráka og stelpur yngri en 10 ára. Reykjanesbær fyllist jafnan af ungum körfuboltasnillingum sem leika listir sínar og glæða bæinn lífi. Gamlar fótboltakempur fylltu Reykjaneshöllina liðina helgi þegar fram fór minningarmótum Ragnar Margeirsson í 12. sinn. Leikliðin var í fyrirrúmi en keppnisskapið deyr seint hjá sumum sem mættu til leiks og því var hart barist á köflum. Svo fór að annar flokkur Keflavíkur frá árunum 92 til 93 stóð uppi sem sigurvegari eftir vítaspyrnukeppni í úrslitaleik. Þarna mátti sjá marga fyrrum atvinnu og landsliðsmenn en fleiri myndir frá mótinu má sjá á vefsíðu okkar www.vaff.is.